Suðumark efna er háð loftþrýstingi. Við þekkjum vatn best í mismunandi ham, bæði sem fast efni sem ís, fljótandi sem vökva, fljótandi vatn og svo vatnsgufu í loftkenndu formi. Og bræðslumark vatns er 0 gráður og 100 gráður, því að það bráðnar við 0 gráður verður að klaka ef hitastigið er að lækka og síður verður að gufa ef hitastigið er að hækka við 100 gráður. En er vatnsgufa alltaf meir en 100 gráður, er fljótandi vatn alltaf 0 til 100 og er klaki alltaf 0 og undir? Nei, þetta er miðað við loftþrýstingin eins og hann er hérna hjá okkur við sjávarmál. Ef við lækkum loftþrýstingin, til dæmis prílum upp á hátt fjall, því að það er alltaf mest loft neðst af því að það er meira og meira loft fyrir ofan okkur sem ýtir niður á okkur. Fyrir upp á Mount Everest til dæmis, það er umtalsvert lægri loftþrýstingur en hérna niður við sjávarmál. Og þar síður vatn við cirka 70 gráður. Þannig við 70 gráður og yfir þar er vatn orðið að gufu. Sama gerist ef við aukum loftþrýstingin, eða öfugt réttara sagt. Ef við aukum loftþrýstingin, í því hvort ef við séum potta þar sem að lokið er skrúað fast og þá myndast meiri þrýstingur en er í eldhúsinu hjá okkur og þá fer vatnið ekki að sjóða fyrir en við meir en 100 gráður. Og þá fer eftir hvað myndast mikill þrýstingur. Vatn á jarðhitasvæðum og í jörðinni getur verið mörg 100 gráðu heitt, en af því það er undir gríðarlegum þrýstingi langt ofan í jörðinni, þá síður það ekki fyrir en það kemur upp á yfirborðið og sú breyting er notuð til þess að búa til rafmagn. En getum við sýnt þetta bara hérna inn í stofu hjá okkur? Hérna er ég með vatn í sprautu, sjáðu. Og þetta vatn er ekki sjóðandi. Er það nokkuð? Sjáðu hérna. En get ég látið að sjóða? Ef að prófa. Ég ætla að byrja á að losa mig við allt auka loft úr sprautunni. Það var bara vatn í henni. Ég ætla að prófa að draga þetta hérna niður. Þá myndast minni loftþrýstingur inn í sprautunni og þá koma smá bublur því að vatnið er að byrja að sjóða. Þið sjáu það eru smá bublur í þessu. Þið getið prófað þetta sjálf.